Föstudagsþátturinn heldur áfram á blússandi siglingu og það viðeigandi á eftir þorramatnum að hafa eitthvað til þess að skola honum niður. Og það var að opna hér á Akureyri Nano brugghúsið 6A Kraftöl og hingað eru til mín komnir Ingólfur Freyr og Óskar Atli frá 6A Kraftöl. Verið velkomnir, strákar. Takk fyrir það. Hvernig kom þetta til að þið fóruð í bjórbransan? Já. Ég er sjálfur búinn að vera að fikta svolítið við heimabruggið núna í þó nokkur ár og þú ætti kannski að taka Svo höfum við nú kynnst svona í gegnum sameiginlegan vin og svo var það nú einmitt fyrir ég held að akkurat 3 árum þá vorum við með lítið þorrablót heima hjá einum í hópnum og þá höfðum við nú komið með sennilega einhverja svona skemmtilega íslenska þorrabjóra með sér ef maður rétt og einhvern veginn kom þetta nú svona upp í miðju kafi og sem svona einhver hálfbökkuð hugmynd og síðan eru liðin að vera 3 ár og við höfum svona verið að fara hægt í sakirnar en nú þetta svona svolítið að verða alvöru. Alvöru, já. Þannig að hingað erum við komnir. Þannig að það þorranum eiginlega þakka og þið með endilega fá ykkur þorramat ef ykkur listir. Já, ég ætla ekki að borða meira af þessu. Ég ætla að lauma mér hérna í einn hákarlsbita. Já, að gera. Já, mér líst það. Þannig að, og voru ykkur svo sérstakar áherslur sem þið voruð sammála að þið vildu leggja strax í byrjun eða hvernig, var mikið rifist hvernig bjór ætti að brugga? Nei, bara fyrst og fremst bara aðgengilegan, auðdrekkanlegan bjór sem við erum allir sáttir með. Við erum 6 saman í þessu. Já, höfum nú svona frekar breiðan bjórsmekk held ég innan hópsins sem bara gott. Já. Og eins og Óskar segir svona frekar við viljum svona allavega til að byrja með vera með svona frekar látlausan heiðarlegan bjór. Bjór í grunninn ekki flókið fyrirbæri. Það er ekki mörg hráefni í sjálfu sér. Nei. Og okkur finnst svona allavega eins og komið að óþarfi að flækja það of mikið og viljum svona bara reyna að vanda okkur frekar og þetta er auðvitað litlu upplægi, við erum bara pínulítið brugghús. Já. Þannig að það er hugmyndin svona. Akkúrat. Á þessum 3 árum erum búin að fara, ég veit ekki hvað margir lítrar í okkur sjálfa í tilraunaskyni. Já, ég meina það er bara nauðsynlegt, það verður að vera tilraunadýr í allir svona starfsemi. Já, það hefur komið fyrir að við höfum hellt niður einhverju sem við erum ekki sáttir með, sko. Já. Þannig við erum svona okkar eiginlega verstu gagnrýnendur sjálfir. Já. Og þannig bara viljið hafa gæðin í fyrirrúmi og þá bara fyrst og fremst við fáum ekkert margar tilraunir að gefa svona fyrstu hugmyndir þetta þarf svona að ganga nokkuð vel frá byrjun. Alltaf vera pottið en nafnið 6A, hvaðan kemur það? Þið eru þetta 6 saman vinir sem standi að þessu. Já, það er skemmtilegt að það hefur ekkert með máli að gera í rauninni Við þegar við byrjuðum þá fengum við lánaðan lítinn skúr sem við vorum að gera tilraunastarfsemi í og hann hafði götunúmerið 6A sem var búið að spreyja frekar illa á hurðina á skúrnum og svona innan hópsins þá töluðum við alltaf ef við ætluðum að fara að funda eða brugga eða taka til, förum niður í 6A. En svo þetta bara svo skemmtilegt nafn með það að gera. Við erum 6 Akureyringar. Þetta getur verið stytting á 600 Akureyri. Þú ferð í vínbúð og kaupir eina 6. Já. Og það var einhver smá rómantík í þessu að muna eftir gamla skúrnum og svo svona einhvern veginn tengdist þetta fleiru en við áttum okkur á í byrjun og þannig að við héldum okkur við þetta. En svo munu þetta bjórtegundirnar smá saman fá sín nöfn í sjálfu sér en brugghúsið ber þetta nafn. Já. Það er verið að svona klára að vinna fyrir okkur hönnun á þessum fyrstu 2 tegundum sem við erum með í bruggur núna. Já. Og það eru nú Finnur og Begga í Kafi Kanem sem að hanna það fyrir okkur. Já. Og þannig að við erum svona bara rétt að koma þessu á þennan stað að geta farið að selja vöruna. Já. Og svo vínbúðasalan svona lengra ferli. Það fyrst að fara í prufusölu og einmitt, tekur lengri tíma. Já, þannig að kannski einhvern tímann á haustmánuðum
ætti það að gangu. Já. En þið ég veit að það í bígerð að koma þessu samt í sölu hér á svæðinu. Já. Þannig að fólk... Já, það verður styttra í það. Já, það verður styttra í það. Og getur fólk fylgst með starfseminni og svona einhvers staðar á samfélagsmiðlum eða... Já, við erum með bæði Facebook-síðu og Instagram-síðu. Það er nú ekki komið mikið efni inn á þær, en þetta er allt í vinslu. Allt að byrja að safnast upp þar og... Fólk getur leita eftir 6A kraftöl inn á bæði Facebook og Instagram og fundið okkur þar. Einmitt. Og eru þið komnir með plön alveg langt fram í tíman sko, hvernig bjórar verða næstu bjórar sem þið bruggið og þar fram eftir götunum? Já, það er alltaf svona... Við erum alltaf að hugsa bjór. Alltaf að hugsa hvað við getum gert næst. En svona fyrst og fremst ætlum við bara að koma okkur inn á markað. Við erum með 2 bjóra í gerjun núna. Það er hins vegar Pale Ale sem er mjög auðdrækkanlegur og þægilegur, ekkert of beiskur og við fengið góðar undirtektir hjá vinum og vandamönnum. Svo erum við með eitt sem er aðeins kannski þyngri, það er brúnöl sem er 7%, en líka mjög auðdrækkanlegur og þægilegur og fullkominn með svona þorramat til dæmis. Já. En það verða svona okkar fyrstu bjóra sem við ætlum svona að hafa sem okkar má segja húsbjórar. Já, einmitt. Fyrstu bjórar, opinberu bjórar. Já. Svo þetta svo skemmtilegt með bjórinn að það eru svona yfir heilt ár, þá eru svo mörg lítil tilefni. Það þorrinn og það eru páskar og það sumarið sem kemur með allt það skemmtilega sem þá gerist og svo eru október og jólinn og svona þannig að við erum alltaf með einhverjar pælingar í gangi einhverja tímabundna bjóra jafnvel og við erum með því þannig upplægi að það svona, getur verið auðvelt fyrir okkur kannski svona bregðast stundum við. Já, einhverju svona kemur upp eitthvað sérstakt. Einhverju skemmtilegur. Já, algjörlega. Og hvað tekur þetta jafnaði langan tíma að brugga eitt bjór? Frá bruggdegi þangað til þú getur opnað fyrstu flöskuna það geta verið 3, 4, 5 vikur. Já. Þetta er þolinmæðis. Þetta er þolinmæði og þegar maður sest niður og skrifar upp einhverja uppskrift að þú ert með kannski smá hugmynd hvernig hann kemur til með að líta út og hvernig bragð verður á honum. Svo þegar þetta brugga hana þá í rauninni veist ekki neitt fyrir hann er orðinn kolsýrður á kúti eða flösku hvernig hann kemur til með að bragðast. Þannig að þetta er mjög spennandi ferli. Og sjáu þið það fyrir ykkur að þið verði með svona ákveðna, náttúrulega fasta, svona standard bjóra og svo kannski svona tilraunakendari sem koma tímabundið. Já, það er akkurat hugsunin hjá okkur sko. Já, þetta er gríðarlega spennandi. Það verður gaman að fylgjast með þessu og ég hvet náttúrulega alla bara til þess að finna ykkur á samfélagsmiðlum og fylgjast með núna þegar þetta er allt að fara á fullt hjá okkur. Bara gangi ykkur vel, strákar, og takk fyrir að koma og segja okkur frá þessu. Takk hérlega fyrir okkur. Takk fyrir hákallin.